Góðan, góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eruð stödd á fjarfundi. Ég býð ykkur velkomin til þessa 289. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Líkt og síðast þá á þessum tíma núna þá fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og nefndir sveitarfélagsins allar í fjarfundi og það sami háttur á og verður á meðan á samkomubanni stendur vegna COVID-veirunar sem faraldursins. Hér í dag sami háttur á og síðast, við erum ekki komin á þann stað, við sendum þá beint út en fundurinn komin í upptöku og verður settur á netið strax að honum loknum inn á eins og verið hefur með fundi bæjarstjórnar og svo verður skoðað með það núna næsta fundi hvort við getum sendt hann það út í rauntíma, það var svona stefnan jafnframt. En hér eru allir bæjarfulltrúar mættir og við göngum þá til dagskrár. Á dagskrá bæjarstjórnarfundar í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 655 og 656 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 255, fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila númer 16, safnanefndar númer 14, barnaverndarnefndar númer 112 og 113 sömuleiðis lagðar fram og teknar til umræðu atkvæðagreiðslu saman. Og síðan eru hér 3 almenn mál. Það fyrst auglýsing ákvörðunar samkomulags sveitarfélaga vegna bráðabirgðaákvæðis sveitarstjórnarlaganna sem við þetta tókum fyrir kynntum á síðasta fundi bæjarstjórnar og var lögð svo fram þegar hún kom formlega en samkvæmt samtali við ráðuneyti fyrir þann fund þá var ykkur heimilt að hefja þegar stað notkun á þessu úrræði. Síðan hér liður 8 sem eftirlit með fjármálastöð sveitarfélaga og fjármálum. Þetta eins og bæjarfulltrúar muna þá kom erindi frá eftirlitsnefnd fjármála sveitarfélagana hér fyrr á þessu ári þar sem hún óskaði eftir sundurliðun á fjárfestingar verkefnum hvers sveitarfélags á árinu 2019 og við fólum þá fjármálastjóra að taka þetta saman og gera klárt til þess að svara nefndinni. En þetta fyrirkomulagsnefndinni nú tekið upp að óska eftir þessum svörum frá öllum sveitarfélögum. Síðan hér svo sérstaklega frá bæjarráði kynning á liðnum viðspyrnu af hálfu sveitarfélagsins, fyrstu aðgerðir Fjarðabyggðar í tengslum við viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf út af COVID-faraldrinum. En við göngum þá til dagskrár. Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli mína því hann vanhæfur í lið 4 sem fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila og mun víkja fundi meðan hún verður tekin hér fyrir og eftir 4. liður. En við byrjum á fundargerðum bæjarráðs númer 655 og 656 og sami háttur á þegar bæjarfulltrúar biðja um orðið að senda hér á spjallþræðinu sem ég til hliðar til þess að gefa mér til kynna en Eydís Ásbjörnsdóttir hefur biðja um orðið. Gjörðu svo vel, Eydís. Forseti, bæjarstjóri og ágætir bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði í fundargerðum bæjarráðs númer 655 og 656 og það liður 1 í báðum fundargerðum sem snýr að ársreikningi Fjarðabyggðar og stofnana 2019. En á fyrri fundinn kom Magnús Jónsson endurskoðandi Fjarðabyggðar inn á fundinn og upplýsti að drög ársreikningi fyrir árið 2019 sé ekki tilbúin og bæjarráð samþykkti þá að endurskoðendur sveitarfélagsins kæmu og myndi gera grein fyrir vinnu við ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2019 á næsta fundi. Magnús Jónsson og Sigurjón Örn Arnarsson frá KPMG komu svo á fundinn núna 30. mars og fóru yfir stöðu á vinnslu ársreikninga Fjarðabyggðar og stofnana og mun ársreikningurinn vera lagður svo fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn 16. apríl næstkomandi og svo þá í bæjarráði 14. apríl. En samkvæmt áætlun átti fyrri umræðan að vera á þessum fundi hér í dag. Stefnt verður svo á seinni umræðu ársreikning í bæjarstjórn 7. maí og verður að taka fram að samkvæmt lögum fyrir sett bráðabirgðaákvæði við sveitarstjórnarlögin á seinni umræða ársreikning sveitarfélaga að vera lokið 15. maí ár hvert. En nú heimild til að afgreiða ársreikninginn 15. júní vegna þess aðstæðna sem eru upp í samfélaginu. En þessi heimild, við stefnum ekki á að nýta þessa heimild hér hjá okkur.
Það liði 3 í fyrir fundargerðinni og það var framlagt til kynningar auglýsingum þessa ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarlaga samkvæmt 7. bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga sem veitir meðal annars heimild til að halda fundi í fjarfundi og bæjarráð samþykkti að fundir bæjarstjórnar, nefnda og ráða verða haldnir sem fjarfundir á meðan á samkomubanni stjórnvalda enn í gildi og unnið sé eftir leiðbeiningum Samband Íslands og sveitarfélaga. Vert að við bara taka fram líka að við höldum okkar alla fundi í fjarfundi og sem það gert bara innan sveitarfélagsins, innan stjórn í allri starfseminni þar meira og minna. Það eru liður 4 í fundargerð 655 og liður 5 í fundargerð 656 viðspyrna af hálfu sveitarfélaga fyrir íslenskt atvinnulíf. Á fundi bæjarráðs númer 655 var framlagt erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem sveitarfélög eru hvött til að hrinda í framkvæmd eins og kostur hugmyndum og ábendingum að aðgerðum við viðspyrnu fyrir íslensk atvinnulíf í ljósi þess samdráttar sem blasir við. Bæjarráð fól þá bæjarstjóra, fjármálastjóra og sviðsstjóra framkvæmdasviðs að taka saman minnisblað ásamt tillögum til aðgerða til viðspyrnu fyrir atvinnulíf og íbúa í Fjarðabyggð eftir umræðu á þeim fundi. Bæjarráð samþykkti strax þá að leiðrétt verði fyrir þá skerðingu sem orðin á þjónustu í skólastofnunum okkar og fól bæjarstjóra útfærslu á því í samvinnu við sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Og þannig að koma á móts við foreldra og forráðamenn barna sem ákveða að hafa börnin sín heima til að létta á starfsemi skólana eða vegna sóttkvíar og draga þá frá gjöldunum. Og jafnframt var bókað að þeir dagar sem lokað væri í íþróttamiðstöðvum verið bætt aftan við gildistíma inneigna notenda. Þetta var sem sagt ákveðið strax á fyrir fundinum. Og þetta erindi var svo tekið upp aftur á síðasta fundi bæjarráðs 656 og samþykkti þá bæjarráð tillögur aðgerðir Fjarðabyggðar til viðspyrnu fyrir samfélagið vegna COVID-19 faraldursins og þar má nefna að þjónustugjöld verði leiðrétt í þeim tilvikum sem þjónustan skerðist vegna samkomubanns og leiðrétt verði hlutfallslega óháð því hvort ástæðan vegna aðstöðu foreldra eða barna og verða gjöld innheimt eftir á í staðinn fyrirfram frá og með apríl og fram á sumar. Reikningar verða því ekki sendir út í apríl og mun þessi ákvörðun standa fram í lok maí og verður endurskoðuð ef þess þarf. Frestun á greiðslu fasteignagjalda. Fjármálastjóra var falið heimild til að fresta gjaldum fasteignagjalda á þessu ári fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem þess munu óska. Heimild þessi nær einnig til annarra þjónustugjalda sem íbúar og fyrirtæki greiða til Fjarðabyggðar. Líkamsræktarkort í líkamsræktarstöðum og sundlaugum framlengjast með gildistíma í samræmi við lokun þeirra starfsemi eins og ég tók fram áðan. Viðspyrna í menningarlífi og ferðaþjónustu. Bæjarráð felur viðkomandi nefndum sveitarfélagsins og starfsmönnum að vinna útfærslu á eftirfarandi þáttum. Það eflingu menningar í sveitarfélaginu, samráð við ferðaþjónustuna markaðsátak og samráð við íþrótta- og tómstundafélög stöðu mála á þeim vettvangi. Og framkvæmdir, farið verður yfir framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins sem liggja núna fyrir með flýtingu huga þegar að veirufaraldurinn hefur gengið yfir og það verið að vinna í þessum málum. Þjónustugreinar, þá farið sérstaklega yfir stöðu þjónustugreinar í sveitarfélaginu og huga því hvernig þetta styðja bakið á þeim greinum. Eins og áður sagði þá þetta fyrstu tillögur sem eru lagðar fram og eiga að stuðla að viðspyrnu en það áfram verður unnið að fleiri tillögum og útfærslum með hag samfélagsins hér í Fjarðabyggð að leiðarljósi. En ég vil líka taka fram að á heimasíðu Fjarðabyggðar kominn hlekkur sem leiðir viðkomandi þá inn á svæði þar sem hægt að óska eftir frestun greiðslna. Og
einnig var ég að fá upplýsingar það að það er unnið að því núna að setja upp hlekk til að auðvelda aðgengi að barnavernd og þá sérstaklega fyrir börn. Aðgengi fyrir fullorðna þegar greið leið í gegnum íbúðagáttina. Á morgun verður einnig fundur með ferðaþjónustaðilum í Fjarðabyggð þar sem farið verður yfir og rætt stöðu mála og hvernig viðspyrnu verður best háttað. Og einnig verður á morgun fundur í menningar- og nýsköpunarnefnd þar sem rætt verður og farið yfir verkefni sem hafa verið unnið hefur verið vegna ferðamála og svona tillögur þarinn ferðamála, markaðs- og upplýsingamála, menningarmála og tengdra verkefna að hálfu stjórnsýslu og þjónustusviðs. Það er gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagið vinni vel að þessum málum og þá meðal annars í samvinnu við ferðaþjónustuna, atvinnulífið og menninguna í samfélaginu. Það hefur komið upp sú gagnrýni að hið opinbera sé að koma helst inn á viðspyrnu við karllægum störfum. Samband íslensku sveitarfélaga hefur talað fyrir því að gæta þess að koma fram með verkefni og atvinnumöguleika fyrir konur og innflytjendur og að við verðum að passa upp að setja upp kynjagleraugun sem og byggðagleraugun. Það er gríðarlega mikilvægt til að gæta jafnræðis óháð búsetu í landinu og ég tek heils hugar undir þetta. En það er mikil óvissa sem einkennir stöðuna hjá okkur öllum í dag og umhverfið er síbreytilegt og við viljum halda áfram og verðum að taka á öllu breytingum þegar þær komu upp. Og ég er fullviss að við komumst saman í gegnum þetta. Það er liður 8 fyrir fundargerðinni vottun gervigras í Fjarðabyggðarhöllinni og bæjarráð samþykkti að taka verðtilboði frá Metatron á gervigrasi og heildarkostnaðurinn er þá ríflega 40 milljónir króna. Og tilboðið byggir á því að hægt sé að nýta áfram undirlagi og púðana undir vellinum og komu fram upplýsingar í vikunum að það lítur allt mjög vel út með að svo verði. Erindinu var vísað til eignarskipulags- og umhverfisnefndar til áframhaldandi vinnslu og til kynningar í íþrótta- og tómstundanefnd og ungmennaráði. Og fundargerð 656. Það liði 4 COVID-staðan og bæjarstjóri fór þá yfir stöðuna og verkferla hjá sveitarfélögunum vegna COVID-19 faraldurinsins og sem er svo stöðugt í endurskoðun. Bæjarráð vill einnig koma þakklæti til allra starfsmanna Fjarðabyggðar sem og íbúa fyrir þeirra ómetanlega framlag á þessum erfiðu tímum. Og sérstaklega tókum við fram þakklæti til starfsmanna skólastofnanna, félags- og heimaþjónustunnar og hjúkrunarheimilina í Fjarðabyggð fyrir þeirra störf sem hafa gert það kleift að halda úti þessara mikilvægu starfsemi á þessum tíma. Og alveg gríðarlega þakklátt þessu fólki. Aðgerðahópur Fjarðabyggðar hittist daglega til að fara yfir stöðuna í Fjarðabyggð og almannavarnanefnd Austurlands gegnir lykilhlutverki hér eftir sem hingað til við undirbúning viðbragða og eftirfylgni. Og einnig hittist aðgerðahópur almannavarna daglega. Og bæjarráð vísa þessi erindi til allra nefnda til kynningar umræðu og COVID-faraldurinn snertir okkur öll á einhvern hátt. Í liður 6 þá kom bæjarráð tók við bréfi frá stjórn Búnaðarsambands Austurlands þar sem forsvarsmenn sveitarfélaga Austurlandi eru beðnir að huga sérstaklega að fólki sem býr í sveitum og teljast aldursins vegna verið í áhættu hópi varðar COVID-19. Og bæjarráð fól bæjarstjóra að senda út bréf til leigubíla og koma á reglulegum samskiptum. Erindinu var jafnframt vísað til landbúnaðarnefndar, eignarskipulags- og umhverfisnefndar og félagsmálanefndar þar sem ég veit að er vel haldið utan þessi mál. Það liður 9. Lögð var fram beiðni frá Eskju HF þar sem var óskað eftir að gerð breyting á samkomulagi tímaramma á niðurrifs á fasteignunum að Strandgötu 38-42 á Eskifirði í ljósi COVID-19 faraldursins. Þarna erum við að tala gamla braggann og gamla frystihúsi. Fyrirtækið er að fara að ráðast í byggingu nýs frystiklefa og samhliða því að og það er hluti af því að
upp á að hafa starfsmenn til þess að fara í þessa vinnu, en þannig að þeir sem sagt eru að óska eftir ársfrestun. Bæjarráð samþykkti þessa frestun og telur að frestun á þessum tímaramma hafi ekki áhrif á þá skipulags- og hönnunarvinnu sem á að fara fram núna árinu 2020 samkvæmt áætlun, sem þá í tengslum við miðbæjarskipulagið, og erindinu var vísað til eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Og ekki fleira frá mér í bili. Þakka þér fyrir Eydís. Ragnar Sigurðsson beðið orðið, gerðu svo Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Örstutt fundargerð bæjarráðs 655. Varðandi lið 1.4 viðspyrna af hálfu sveitarfélaga fyrir íslenskt atvinnulíf, og það aðgerðir sem við höfum þegar boðað til að mæta þeim samdrætti sem verður óhjákvæmilega hjá atvinnulífinu í kjölfar COVID og meðan á þessu ástandi stendur á völdum faraldsins. Og þær aðgerðir sem hafa verið boðaðar eru bara jákvæðar og fínt fyrsta innlegg, eins og kemur fram í bókuninni, að þetta sé einungis svona þessar fyrstu aðgerðir, og auðvitað verðum við, eins og hefur komið fram, að vera tilbúin að bregðast við eftir því sem fram vindur, og við eigum eftir að sjá hver heildaráhrifin verða og annað, og þess vegna fínt að við séum bara komin á stað og tilbúin að bregðast við með auknum hætti þegar fram líður. Og ég held að við þurfum að skoða til dæmis útfærslur á frestun gjalddaga nánar og jafnvel fjölgun á þeim, og það eitthvað bara sem að ég held að við skoðum í bæjarráði. Og einnig þá held ég að samráð varðandi markaðsátaki í kjölfarið á COVID sé jákvætt, en ég hef alltaf verið svolítið upptekinn af því að þegar við ætlum okkur að fara í markaðsátök, að við förum að horfa aðeins víðtækara, og við förum að horfa á ímynd Fjarðabyggðar, horfa á þetta heildstætt, einfaldlega vegna þess að við eigum það eftir miklar sameiningar hér að koma Fjarðabyggð betur á koppinn, bæta eða koma ímynd þess áleiðis og segja hvað Fjarðabyggð stendur fyrir, hvað byggðakjörnum þetta stendur, hvað byggðakjörnar standa að Fjarðabyggð, leið og þegar því lokið og þannig markaðsátaki og að hrinda þannig markaðsátaki í framkvæmd, að þá gagnast önnur markaðsátök í framhaldinu miklu betur. Og þarna erum við að horfa til hvort sem það eru atvinnuauglýsingar eða ferðaþjónustan, viðburðir og svo framvegis. Og ég held að þetta geti þar af leiðandi gagnast ferðaþjónustunni sem og öðrum, og ekki síst bara sveitarfélaginu í heild. Það annað sem að ég hef áhyggjur af, og ég held að við þurfum svolítið að einblína á að koma á kortið hjá stjórnvöldum. Það eru heilmiklar aðgerðir í gangi og allt þetta mjög jákvætt og góð skref, nauðsynleg skref sem verið að stíga. Ég hef hins vegar talsverðar áhyggjur af þeim aðilum sem eru núna að glíma við mikinn samdrátt vegna loðnubrests annað árið í röð, og fá þetta ofan í þann samdrátt sem óhjákvæmilega verður vegna þess, gerir það einfaldlega verkum að það mjög erfitt að bregðast við þeim samdrætti með nokkrum hætti. Þetta eru kannski fyrirtæki sem að voru að undirbúa einhvers konar björgunarpakka og mæta þessum samdrætti með einhverjum hætti. Það mjög erfitt að sjá það fyrir hvernig þau eiga að gera slíkt. Þannig að ég held að það væri mjög brýnt fyrir okkur að ræða við stjórnvöld það að fyrirtæki sem að eiga í vanda vegna annarra ytri ástæða, svo sem vegna loðnubrests, að þau falli einnig undir til dæmis brúarlánin. Fleiri ekki frá mér, takk.
Þakka fyrir Ragnar og ég ætla óskandi að taka líka til máls og örstutt til undir fundargerð bæjarráðs, það kannski fyrst undir fundargerð 655. Það umsögn vegna svokallara 5,3% atvinnu- og byggðakvóta. Þarna var kynnt á þessum fundi bæjarráðs drög að þessu umsögn sem henni var svo lokið og skilaði inn fyrir tilsettan tíma. Þetta sem sagt, þarna var að ræða, þetta eru tillögur starfshóps sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setti á laggirnar til að fara yfir þessa svokölluðu 5,3% kvóta sem eru þess að 5,3% tekin af öllum aflastofnum á Íslandi og sett í sérstakan pott sem mynda hennar byggða og atvinnukvóta, sem sagt línuívilnunina, rækju og skel, uppbótina, frístundaveiðarnar, byggðakvótana og sértækubyggðakvótana. Þeir eru svo teknir þessum potti. Þetta gerir það verkum að ríkisvaldið stærsti kvótahafinn á hverju ári með þessum stóra potti. Þetta kerfi búið að náttúrulega margir hlutar þess kerfis eru búin til mjög lengi, eru svo sem orðnir umdeildir, sumir svona hverju þið skila, en enga síður til, eins og rækju og skel uppbótin sem var sett inn á sínum tíma, hvernig hún stendur af sér í dag og síðan náttúrulega línuívilnun. Þetta hafa verið heilmiklar umræður og þessi starfshópur var að vinna þetta upp undir forystu Þórodds Bjarnasonar, prófessors, og hann skilaði af sér og við óskum eftir því ásamt fleiri sveitarfélögum að fá lengdan frest. Það var nú svona, það kemur fram í byrjun umsagnar okkar að við svona fannst kannski hefði mátt vera svona meiri kynning á endanlegum niðurstöðum. Það voru haldnir kynningafundir allt land. Ég ásamt atvinnu- og þróunarstjóra sóttum slíkan kynningafund í haust, eða liðnu sumri, þegar hópurinn fór landið og var þá ennþá að vinna þessu tillögum, en þarna er það komnar fram og við gerðum svona 3 megin athugasemdir við þessa tillögur sem annars vegar náttúrulega bentum á, og líkt og ég kem og tek hjartanlega undir með Ragnar, að við höfum mjög miklar áhyggjur af þessu ástandi sem líka skapast núna í COVID, að það er náttúrulega við erum búin að horfa upp á loðnubrest annað árið í röð sem hefur gríðarlega mikil áhrif, ekki bara útgerðir heldur líka á fyrirtæki sem að þjónusta útgerðir og náttúrulega bara samfélagið allt. Þannig að við svona bentum á í þessu, og það var nú svona óháð ástandinu eins og er í dag út af veirufaraldrinum, að við teldum að það ætti að skoða að gefa eftir útreikning uppsjávarfisk í pottin núna tímabundið. Nú eru tekin alltaf 5,3% af öllum útgefnum kvótum í þennan pott og en að við erum hort til þessara 5 sveitarfélaga þar sem uppsjávarvinnsla skiptir höfuðmáli, er mjög stór hluti af sjávarútvegi. Það er hjá okkur Langanesbyggð, Hornafirði, Vestmannaeyjabæ og Vopnafjarðarhreppi. Bentum á það að þetta er þá tímabundin allavega ráðstöfun. Síðan náttúrulega á þetta að skilgreining byggðakjarna í þessu, því að það er svona verið að taka það til skoðunar eða hugmyndir af því breytingu þó, og sem myndi að koma niður á hjá okkur. Og síðan er þessi almenni byggðakvóti, við höfum svo sem viðrað, og það er ekkert bara við heldur, hefur verið svona viðrað líka, það er spurning með byggðakvótana hvort það sé komin tíma á að skoða allavega það, velta því fyrir sig innan hjá stjórnvöldum eða innan ráðuneytisins að menn hefðu heimild til þess að leigja út byggðakvóta, það sem samfélög sem að byggja upp aðra atvinnustarfsemi og sjávarútvegur, það sem mann hefur fá byggðakvóta á forsendum þess að sjávarútvegur hefur látið þann undan síga. Þegar sjávarútvegur hefur látið undan síga þá kemur upp svona aðstæða að byggðakvótin kannski næri ekki markmið, en á móti kemur að það fari að horfa til nýrra atvinnugreina og það væri þá spurning hvort að tímabundi menn hefðu þá heimild til þess að leigja út þann kvóta sem fengju, nýttu það fjármagn sem kæmi til uppbyggingar atvinnuvega. Þetta væri á þess að við erum að fara í nákvæm útlistinu, og þetta var allavega eitthvað sem þetta skoðast í tengslum við þessa endurskoðun. Við skilum inn og svo fleiri sveitarfélög, ég var að lesa umsögn Vestmannaeyjabæjar núna í vikunni, en svo er þetta spurning hvernig þessu máli reiðir núna, hversu mikið verður lagt í þessa endurskoðun. Allavega var full ástæða til þess að koma á sérstaklega hvað varðar loðnu eða uppsjávarfiskinn núna, sem er mjög nauðsynlegt að bregðast við. Síðan vildi ég bara aðeins í
kannski í framhaldi af orðum sem hér hafa fallið hjá félögum mínum einmitt út af viðspyrnu, þarna erum að ræða, búin taka hér sérstaklega fyrir lokin fyrstu viðbrögð okkar og það er mjög mikilvægt að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða bara eftir því sem ástandinu fleytir fram og leið þá markaðssetningar og markaðssetningar sem ganga yfir allt sveitarfélagi, en jafnframt líka að við þurfum og við höfum og síðust dögum hefur maður reynt að koma því á framfæri við þingmenn og stjórnvöld að það er mjög mikilvægt að mann horfi á það ekki bara þetta högg að koma, heldur líka í kjölfarið á öðrum efnahagslegum höggum sem við erum að fá og það er mjög mikilvægt að það sé verið horft til þess að til þess lána við brúalánin, að það verið horft víðar á það. Það verið líka að taka tillit til þess að lánareglur bankanna séu samræmdar, þannig að bankarnir séu með sömu lánareglur út á landi og í Reykjavík, þannig að það sé á hreinu að fólk geti gengið að því vísu. Það er því miður, hefur ekki verið þannig gegnum tíðina oft á tíðum að bankarnir hafa ekki haft sömu lánareglur en hafa haldið meira þessu höndum út á landi, en nú er það ekki í boði í þessu árfarið og ég treysti því að það stjórnvöld haldi því áfram. Við þurfum sannlega að halda samt vöku okkar með það, við þurfum að koma því enn frekar á framfæri núna í vinnu okkar að ýta eftir því. Þannig að þetta sannarlega muni verða til þess að hjálpa fyrirtækjum og að komast í gegnum þetta, því að ef fyrirtækin verða fyrir og hér verður stórfellt atvinnuleysi í þokkabót, þá erum við að glíma miklu lengri eftirköst heldur þegar að COVID hefur gengið yfir, þegar við erum laus við þann vágest að við sitjum ekki eftir þá í efnahagslegu andrúmslofti sem er við frostmark, kannski svo mánuðum skiptir. Þannig að við þurfum að halda vel á eins og öll og það er náttúrulega bara afskaplega jákvætt og gott í þessu andrúmslofti að við erum að vinna þessu sameiginlega og það er alveg gríðarlega mikilvægt hjá okkur sem öðrum sveitarfélögum að við erum í sameiginlega að takast á við þetta ástand. Við þurfum líka að greina betur eins og Ragnar og Eydís kom inn á að hvaða framkvæmdir svo þegar að núna hvort og hvaða framkvæmdir við getum jafnvel flýtt og reynda að glæða hjá okkur atvinnulífið með. Þannig að það verða næg verkefni hjá okkur á næstunni, en ég er fullur sem að við vinnum að því sem einn maður í þessari bæjarstjórn. Það var ekki fleiri á mér, orðið er laust, það hefur enginn beðið hér um orðinu og ég kíkja hér á spjallið að venja mig við þið nýja umhverfi. Þá ætla ég að bera upp fundargerð bæjarráðs númer 655 og 656 saman, það er saman ekki að merki. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 255. Orðið er laust um hana, vill einhver kveða þessi ljós? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hann eftir saðenda til panelsaðingja sem ekki er merki. Hún er saðend með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 4. lið sem er fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila númer 16 og Ragnar Sigurðsson hefur vegna starfa sinna fyrir hjúkrunarheimilin hefur óskað eftir að vera að víkja fundi meðan hún er tekin til umræðu og afgreiðslu sökum vanhæfis. Þannig að Ragnar, þú mátt víkja úr mynd og ég mun svo kallað inn þegar að þessu er lokið. En þá er orðið laust fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila númer 16. Vill eitthvað kveða þessi ljós? Hjördís Seljan gerði svo vel, stóttir. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að segja frá fundinum sem við áttum í framkvæmdaráðinu að það kom framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilanna á fund og gerði grein fyrir áhrifum frá COVID-19 veirunni á rekstur heimilanna og fór einnig yfir starfsemi í kjölfarið og hvernig heimilin er að bregðast við þessum áskorunum. Og það eins og flestir vita þá tók við heimsóknarbann gildi 7. mars, 3,5 vika síðan. Og þetta hefur auðvitað mjög mikil áhrif á íbúa, aðstandendur og starfsfólk. En framkvæmdastjóri tjáði okkur að allir hafa sýnt aðgerðum hjúkrunarheimilina mikinn skilning. En það er auðvitað öllum ljóst að þessi atburður eykur álag á heimilin og kostnað við rekstur þeirra.
og öllu verklagi hefur verið breytt sem felur í sér aukið álag á deildunum og það búið að útbúa viðbragðsáætlun fyrir heimilin. En almennt starfsfólkið og heimilismenn jákvæðir og þeir reyna að halda gleði og ánægju íbúa. Það var einnig talað að framkvæmdastjóri sér upplýsingaflæðið og samskipti við íbúa og reyna að halda góðu sambandi við ættingja, þannig að það eru vikuleg fréttabréf sem sent með tölvupósti og svona kannski einmitt stærstu áskoranir sem hann taldi upp auðvitað bara að missa ekki móðinn, mönnun hjúkrunarheimilina sem auðvitað alveg á ekki efni, en það búið að stækka útkallslistan og svo þarf auðvitað að viðhalda félagsstarfi og halda í gleðina. Og hann talaði það var bara mjög mikilvægt að halda einbeitingu og takast á við áskorunina af yfirvegun og muna að þetta tímabundið. En það sem mig langaði að segja líka það að hann sagði okkur að það hefði allt myndi ganga mjög vel þrátt fyrir þetta krefjandi verkefni. Og ég myndi bara segja að það ber bara að hrósa öllum þeim sem starfa þarna í hjúkrunarheimilunum því að þetta auðvitað mjög mikilvæg starfsemi og ég vil bara ítreka hrós til þeirra. Takk fyrir. Takk fyrir það, Hjördís. Vilja fleiri kveðsljós undir fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilanna? Svo virðist ekki vera. Ég ber hana þá upp til samþykktar þess að hann sagði ekki skeiðmerki. Hún samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson koma aftur inn á fundinn og þá förum við í lið 5 sem fundargerð safnnefndar. Með leið og ég gef orðið laust og skal fá að taka aðeins til máls undir fundargerð safnnefndar út af hér á tæpa nokkrum liðum. Það kannski fyrst við vorum að ræða, það er liður 2 í fundargerðinni sem tengist húsnæðinu Templaranum á Fáskrúðsfirði. Það var vísað til okkar frá bæjarráði svona að taka til umfjöllunar þar sem safnnefndin með bæði söfn og þá eldri byggingar. Hvað við sæjum fyrir okkur. Templarinn hýsti áður franska safnið, áður en að það fór svo út í hið nýja glæsilega safnahús sem þar tengslu við franska hótelið hjá Minjavend. Þessi Minjavend gerði upp, við fórum yfir það og við erum sammála það að Templarinn þarf sannlega á því að halda. Þetta glæsilegt hús að komast í góðar hendur og uppgerð. Það hefur áður verið kannað með áhuga á því hvort að fyrir nokkrum árum hjá sveitarfélaginu hvort það væri áhugasamir aðilar sem vilja taka hann að sér til uppgerðar. Þá fór það nú svo nokkuð langt að mál en áður en að sá samningu frá gengin þá voru þeir aðilar sem að því komu hættu við. Safnnefnd nokkuð sammála það að það sé rétt að verði farið sér leið þá væri húsið auglýst og opinberu vettvangi og bjóðendur leggi fram hugmyndir og tímaáætlanir uppgerð sem hort verði þá til við þá ákvörðun hvort að þessu verði látið, hvort að húsið verði látið í hendur á aðilum í það til þess. Það sé metið fyrst og síðast náttúrulega bara hversu, ekki segja svona, bara metnar þær áætlanir, hvort það sé raunhæfar og þær muni skila því að húsið komist til fyrra horfs og verði mikil bæjarprýði. Síðan jafnframt vöktum við athygli á því að það verður sjálfsagt leið að nota reglu fjarðarbeiru styrkveitinga til greiðslu fasteignaskatts og veita 5 ára styrk til greiðslu fasteignaskatts með húsinu. Við höfum gert það áður með eignum sem í uppgerð og hafa menningarlegt gildi og vísum þessu eignaskipulags- og umhverfisnefndar sem tekur málið áfram. Kannski fyrst og síðast þá líka hefur verið vakin athygli á því að við þurfum að hafa það í huga samhliða þessu verði þegar eignaskipulags- og umhverfisnefndar tekur til umfjöllunar sem fer með eignir bæjarins. Að leið þurfum við líka að kalla til, í kringum Templarana var félagskapur eða sem var með þar og hafði með honum umsjón áður fyrr og sem vill gjarnan náttúrulega líka þegar við þurfum að hafa með ráðum, þannig við þurfum að hafa það í huga og kalla þau til jafnframt og láta þau vita hvað leið við förum í, sem var í tengslu við sögufélagi, sögufélag Fáskrúðsfjarðar. Jafnframt svo sem bara, vil ég líka ekki aðeins því við fórum í gegnum, við höfum verið að ræða
og horfa til og svona mjaka okkur á stað upp á safnasvæði Stríðsárasafnsins til þess að fara að ljúka þeirri endurgerð sem var hafin fyrir nokkrum árum á fyrsta bragganum af þessum 3 sem þar standa. Það langt komið, það eftir að ljúka því að innan. Við erum svona óskum eftir því við forstöðumann sviðsstjóra framkvæmdasviðs og forstöðumann Safnastofnunar þeir kæmu með á næsta fund kostnaðaráætlun af þeim framkvæmdum til þess að ljúka því. Það var lagðir bæði rafmagn og vatn að bragganum í fyrra til þess að ljúka því á síðasta ári, en við viljum sjá hvað að ræða umfangið inni til þess að koma honum þannig að geti bæði þjónusta þá sem safnið og verið móttökurinn, en ekki síður samkomu eða svona líka sem þá salur sem þá til útleigu sem fyrir fólk, fyrir íbúa Fjarðabyggðar sem þarna vildu nota sér það, og leið að gangi það að við ætlum að fjarlægja þarna síðari tíma byggingu sem á svæðinu sem ekki að segja, hann ekki braggi, það sá fyrsti geymsluskúri sem á lóðinni þegar aðeins komið, það hefur staðið til Hamari farin, það bygging sem var reist löngu seinna og er ekki nýtt lengur orðið mjög léleg, þannig að við viljum fara að stíga fyrstu skrefin í því að fara að framkvæma á svæðinu til þess að við erum á því að náttúrulega í söfnunum okkar býr ótrúlega mikil verðmæti, ekki bara í þeirri sögu sem verðmæti, heldur líka verðmæti fyrir íbúan og fyrir ferðafólk og ég held að Stríðsárasafnið þar mjög framalega í þeirri sögu sem það segir. Þannig að við viljum fara að fekra okkur áfram með það hefur sér mikil uppbygging stað síðust ár, en það heilmargt eftir og öllum stöðunum sem við erum að vinna í núna að kortleggja og hvernig við getum haldið áfram með. Það var ekki fleiri frá mér, vilja fleiri kveðsljóðsendis fundargerð safnnefndar. Svo virðist ekki vera, ég ber hana til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það næst fundargerðir barnaverndarnefndar númer 112 og 113, teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Einhver hefur því andmælum, vill einhver kveða sér hljóðs, svo virðist ekki vera, ég ber þær eftir samþykktar. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Það fyrst vísa hér frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar ákvörðun að fundir, eins og svo sem hér í dag og síðast, verið haldið fjarfundir, en að ræða náttúrulega áður sem kynnt var hér á fundi bæjarstjórnar þeim síðast sem haldið var og haldið var í fjarfundi, þá var komin inn ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að bæta við bráðabirgðaákvæði við sveitarstjórnarlögin sem heimilar að nýttir séu fjarfundir í fundum sveitarstjórna og nefnda þeirra og ráða, óháð því hvort að fjarlægðir eða veðurhalmi, heldur almennt. Þetta ákvæði gildir út þetta ár, til minnsta. Leið og það var gefið út þá óskum eftir áliti frá ráðuneyti sem taldi að okkur værum þá leið kleift að byrja og leið og það var ákveðið þann dag að nýta sér það ákvæði, en svo var send út formleg tilkynning það sem við tókum fyrir bæjarráði og leggjum hér að sjálfsögðu fram leið einnig, en fyrir samþykktum Fjarðabyggðar voru nefndir og ráð höfðu heimildir til að nýta sér fjarfundi. En hér og við tökum hér fram í bókunni að nú þegar hafi slíkir fundi verið haldnir, en með þessu erum við að formgerða það, en enga síður var það kynnt síðast og þar af leiðandi tók það gildi. Vill einhver kveða sér hljóðs þetta? Svo virðist ekki verið að byrja til samþykktar. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér næst erindi frá eftirlitsnefnd fjármála sveitarfélaganna, eins og bæjarfulltrúar muna, þá kom erindi frá eftirlitsnefndin í janúar á þessu ári, þar sem eftirlitsnefndin við höfum nú haft lítið að hann segja síðastliðin nokkuð mörg ár, en enga síðan óska eftirlitsnefndir eftir að fá útlýstingu frá sveitarfélögunum heildstætt yfir upplýsingar fjárfestingarverkefni á árinu 2019 skipt niður á ársfjórðunga og það mat eftirlitsnefndarinnar að það sé eitt af hlutverkum hennar að skoða slíkt hjá sveitarfélögunum. Við fólum fjármálastjóra og þetta þarf að fara fyrir sveitarstjórnir og við fólum fjármálastjóra í janúar að taka saman þetta svar, það nú hér komið fram og undir og og verður sent nefndinni í samræmi við beiðni hennar upplýsingar. Orðið laust þetta.
Engin kveðsljós, þá byrjum til samþykktar, þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 9 sem er viðspyrna hálfu sveitarfélagsins fyrir íslenskt atvinnulíf. Þetta vísað frá bæjarráði og við vildum setja þetta hér inn, reyndar var þetta rætt undir fundargerð bæjarráðs, en vildum jafnframt hér verið sérstakur liður þetta, að fyrstu aðgerðir okkar sem hafa nú verið kynntar og bæjarráð hefur fjallað og tók fyrir á síðasta fundi sínum og munu verða sjálfsagt til umfjöllunar bæði hjá bæjarráði og bæjarstjórn meðan á næstu vikum og mánuðum. En fyrstu aðgerðir fjalla eins og áður kom fram leiðréttingu gjalda vegna skerðingar á þjónustu, samkvæmt nánari skilgreiningu og inneignir og kortum íþróttamannvirkjum framlengjast að sjálfsögðu. Reikningar vegna þjónustu verða sendir út eftir á og það verður hægt að fresta gjaldum fasteignagjalda og annarra gjalda sem sveitarfélagið innheimtir og verður gert það og það verður gert og fólki kleift að sækja það með einföldum hætti inn á heimasíðu sveitarfélagsins. Við jafnframt nefndum og starfsmönnum falið að vinna útfærslu og eflingu menningar í sveitarfélaginu, sérstaklega með það í huga þegar þessum faraldri og samkomubanni lýkur. Við séum þá undir tilbúin til þess að efla það starf enn frekar. Það haldi verið þétt utan samráði ferðaþjónustunni markaðsátak í kjölfar faraldursins, bæði með komandi sumar og næsta ár í huga. Samráð verið haft við íþrótta- og tómstundafélögin stöðu þeirra mála og það leið aðstoð við þau í að koma og sækja til ríkisvaldsins, það sem búið að kynna nú þegar að það er að koma fjármagn til íþróttastarfseminnar og tómstundastarfseminnar í landinu til þess að mæta þeim. Það verður jafnframt farið yfir framkvæmdir sveitarfélagsins með flýtingu þá á þeim í huga eða breytingu á framkvæmdaröð með þegar að þessi faraldur hefur gengið yfir og þar þetta verið horft til snertingar, svokallar innlandssnertingar, það sem verið sem mest þannig að það er framkvæmdir sem hafi þá komið þá sem mest til góða þeim upp á að skapa fleiri störf og efla atvinnustig. Síðan verið staða þjónustunnar náttúrulega metin sérstaklega og það verið hugað að því hvernig hægt sé að stiga baki á þeim greinum, en það er ljóst að þjónusta mun verða fyrir verulegu áfalli í þessari tíð sem nú ekki bara ferðaþjónusta heldur þjónusta almennt og unnið verið áfram að bættum hag samfélagsins verða á næstu vikum eins og við erum alltaf að gera. En eins og hefur komið fram hér í máli bæjarfulltrúa annarra undir fundargerð bæjarráðs, þá þetta eitthvað sem eru fyrstu aðgerðir. Við munum halda áfram að vinna þessu á næstu vikum og mánuðum og við verðum bara að sjá hvernig framvinda þess verður, en markmið okkar svo náttúrulega það að við munum koma út úr þessu og á þann hátt að sem best fari og okkar samfélag hér í Fjarðabyggð muni njóta þess. En orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Ég er að horfa hér á spjallinu leið og fæ hér orðsendingar. Þá ætla ég að bera þetta upp. Þessi liður náttúrulega til kynningar lengra síðan held ég að við skulum líka greiða með atkvæði því að þetta sérstakur liður sem við lyftum upp. Það er mikilvægur. Þeir sem hann samþykkja með sem skemerki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér dagskrá í dag tæmgóði bæjarfulltrúar. Þá bara þakka ykkur fundarsetuna í þessu umhverfi og eitthvað verður nú að við munum sitja í sama sal, allavega ekki í apríl ef allt fer eins og útlitið fyrir að samkomubann verið framlengt, en þá nota okkur þetta og fyrir en varir þá verðum við komin aftur á sama stað. En þá segi ég fundi slítið, ég ætla að biðja ykkur að sitja áfram eftir að upptöku lýkur til þess að heyra fundargerð.